Já, komið sæl. Sýnir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem öðrum. Við sitjum hérna bræðurnir, ég, Sigurður Magnús og Gunnar Smári hérna gengt mér. En gestir okkar í fyrri hluta þáttarins eru Kári Gautason, búfjárerfðafræðingur, Jódís Skúladóttir, fyrrum þingkona Vinstri-grænna og fyrrum félagi í Vinstri-grænum. Og Benedikt Erlingsson er leikari, leikstjóri, handritshöfundur og eitthvað meira. Já, og ekki flokksbundinn, neins þar. Eða ekki? Nei. Ertu á lausu? Yfirlýstur kapitalisti. Gunnar skilgreindi mig eins og sem kapitalista. Já, þú sagðir að kapitalisti var sá sem náttúrulega græddi peninga á peningum. Svo ávakstaði féð sitt, sem sagt. Já, áttu mikinn auð? Já, ég hef leigt út íbúðina mína og það er meiri kapitalisti. Og ef ég á peninga bankabók og fæ vexti, þá var ég kapitalisti. Nei, það er litla barnið sem ég ber út mokkan og leggur peningan inn á bók, það fær líka vexti, en það er ekki verið kapitalisti. Jú, það er lifið í kapitalistiskum heimi og tekur þátt í leiknum. En þú vinnur það ekki? Jú, ég vinn. Kapitalistarnir vinna ekki, þeir láta auðin vinna fyrir sig. Já, það er bara ok, þannig ég þarf að lifa á þessum dauðu peningum til að geta verið skilgreindur sem kapitalisti. Þannig ef þú misskilur mig og hefur gengið guttum þar að þú og Elon Musk séu saman í liði, þá verð ég að sækja þig með því að það var misskilur. Þetta eru áfall fyrir mig. Þú ert bara ekki að vera í liði með þessu fólki. Þú ert alþýðu maður. Við skulum taka tillit til þess og kannski verða þeim að komast að áður. Ég er menningaelita, ekki taka það frá mér. Nei, þetta gerir engum... Ég skal vera talsmaður menningaelita. Þegar ég hérna í morgun, þá þegar ég var svona undirbúrað og ég var að hlusta á fréttirnar. Og þá kemur enn þessi hryllingur frá Gaza. Það er verið að skjóta á fólk sem kemur inn á hjálparsvæðin til að sækja sér og held ekki að drepið ykkur 30 við þetta í nótt. Þetta er meiðandi fréttir, er það ekki? Það sé alltaf ég að segja. Þetta er meiðandi. Algjörlega óbærilegar, sko. Dag eftir dag. Ég meina, þetta er bara eins og blasir við öllum að þarna er ykkur ríkisstjórn sem er að leita henni endanlegu lausn á Palestínu vandanum sem að nú gamalt orðatæki úr hinni hræðilegu helstefnu á síðustu öld. Þannig að það er merkilegt, þetta er einnig sko fórnarlambi, kannski kastar þetta kastljósi á hugarfar fórnarlambsins, alveg eins og Hitler tókst að samfæra þýsku þjóðina með þeir varu fórnarlömb Versailles-samningana, fórnarlömb hinna innri óvina, fórnarlömb hinna vondu sem voru meðal annars gyðingarnir og það er réttlæti alla grind þeirra. Og sama hátt hafa Ísraelsmenn heldur betur verið fórnarlömb þessara hluta og geta réttlætt sína grind. Og Palestínumenn líka ekki síður, þeir eru auðvitað líka fórnarlömb og hafa verið það sannarlega en eru líka stundar grimmdarverk og þeirra terrorista hreyfingar. Þannig að fórnarlambið er alltaf sko orkan sem þú býr til þess að gera fólk að hamslausum dýrum. Ég held að það sé nú líka við sem að trúum ekki á hernað og rekstur hernaðar sem eru auðvitað bara gríðarlega mikil ranghugmynd að aukin hernaður færi frið. Það mun ekki gerast. Við sjáum það bara. Og það eru svo margir fletir á þessu. Á sama tíma og við heyrum þetta, 30 manns eru skotin við það að sækja sér sko algjöra neyðaraðstoð. Fólk er að svelta í hel. Hér voru mótmæli í gær og þar ægði nú saman annars vegar fólki sem að vill herða á og svo aðrir sem að vilja eitthvað annað. Og eitt af því sem að ég rak augun í að því að það komu svona 2 fréttir ofan í hvor aðra, annars vegar voru börn að sameinast móður sinni að koma úr þessu ástandi sem við erum að horfa upp á og hins vegar fréttin af þessum mótmælum þar sem að stóð á einu skiltinu að það ætti að stoppa fjölskyldusameiningar. Og að því að við erum nú að horfa hérna til okkar nánasta umhverfis þá finnst mér orðið
rosalega einhvern veginn súrt andrúmsloft í kringum öll útlendingamálin. Þau eru búin að vera það lengi og eitt af það stærsta sem að steytti á í samstarfi fyrrverandi ríkisstjórnar. En nú höfum við nýja ríkisstjórn, nú höfum við alls konar nýja stjórnarandstöðu, en sko málin eru bara rosalega þung, sko. Ég held alltaf að segja að nú höfum við nýja ríkisstjórn og Bergþór Ólason, hann er höfuð stjórnarandstöðunar. Kóngurinn í stjórnarandstöðunni, já. Nei, ég byrjaði á svona kannski leiðilegu máli sem er hérna, þetta sem er að gerast þetta. Já, þetta er bara hryllilegt, en líka finnum að hvað maður verið dofinn fyrir þess að þetta er upp á hvern dag, sko, en það er samt sem áður einhver umræða innan Ísraels að þetta sé nú að vera komið gott. Ég sá að fyrrum forsætisráðherra Ísraels, Ehud Olmert, skrifaði grein í einhvert héraðsfréttamiðil þarna, þar sem hann sagði að Ísrael er að fremja stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni og við höfum ekkert plan. Þannig var minn skilningurinn á þessu. Þannig að það eru einhverja deilur þarna, en þetta virðist nú vera grundvallar vandamáli að þessi öfgasinnar þarna sem vilja gera nýjar landnemabyggðir og flytja Palestínumenn set og allt það mun ekki búa til neitt frið. Nei, svo held ég að sko okkar innri rasismi endurspeglast svo vel í því sem við sjáum, að við nefnum ekki fílinn í stofunni, sem að við erum öll til í að fordæma Ísrael og hvað þau er að gera. En í skjóli hvers? Ekki gengur þetta. Það eru Bandaríkin, það er NATO. Ef það yrði til einhver stríðsréttarhöld þetta í framtíðinni, þá var það Bandaríkin og Ísrael sem var dregin til ábyrgðar. Án þeirra er þetta ekki hægt. Snorri? Þetta er náttúrulega hryllingur og kannski eðlilegt að fólk fyllist vonleysi. Rætur átakana eru djúpar og það er eiginlega mjög þekkt afstaða fólks á Vesturlöndum að þetta sé eiginlega óviðráðanlegt, en ég held að svo sé ekki. Það er mikil mótmæli sem hafa verið víða í Bandaríkjunum og í Bretlandi til dæmis sérstaklega, og það má merkja þótt að sé sárlega lítill munur og mjög mikil hænuskref sem hefur verið að stíga. Það má merkja það stjórnvöld í Evrópu til dæmis sem að hafa hegða sér bara eins og leppríki Bandaríkjanna í þessu máli, að þau eru að leita að einhverri leið til þess að svara ákalli mikils fjölda íbúana sem að heyrist misvel. Sums staðar eru svona mótmæli bara bönnuð og fólk sem stendur í þeim er bara þaggað niður, en annars það næri þetta í gegn og þannig ég myndi hvetja fólk til þess að halda baráttuna áfram frekar heldur en að gefast upp, því að það er vel ekkert annað í boði, og þetta er svona mál sem er þjóðarmorði í gangi. Það kallar á hvert og eitt okkar að bregðast við með einhverjum hætti. Þetta er eins og bara þjóðarmorðið fyrir 80 árum. Að það kallar á hvert okkar, og það verður svona aðstæðan að segja þetta ef samviska fólks kveiknar ekki, þá má segja að það verður spurt afstöðu hvers og eins. Og verkfærið er sniðganga. Það er eina verkfæri sem okkur stendur til boða, og við höfum þessi tól og tæki. Munið þegar Reykjavíkurborg ætlaði að boykottera allra ísraelskar vörur í innkaupum. Það endaði í einhverjum rosalegum lobbyisma sem endaði á því að menn gáfu eftir. Ég held að það hefði út af nýja hótelinu sem var verið að byggja. Edition, hann niðri við Hörpu. Og af hverju tökum við þetta ekki upp aftur? Er ríkið að kaupa einhverja ísraelskar vörur? Er Reykjavíkurborg til í þetta með sínum meirihluta að gera eitthvað raunverulegt núna? Og sniðganga, fara í massífa sniðgangu? Handboltasambandi, það er búið, þetta er sko stæðsti styrktaraðili og þau er bara klippt á það núna. Út af uppreist leikmannana. Uppreist leikmanna. Og hugsaði stelpunar í fótboltanum sem voru náttúrulega verið að kasta í þæra því að þær kepptu á móti Ísrael, meðan kallarnir þarna í KSÍ bara bent á stelpunar. Alveg eins og
RÚV hefur gert líka. Fyrst bentu þeir eins og frægt var á flytjendurnar og þeir áttu að ákveða það sjálfur hvort þeir færu til Ísrael og nú bentu þeir allt í einu á ráðherra og sögðu að hann hefði dagskrárvald á Ríkisútvarpinu. Það var ekki hjá þeim. Heldur var þetta ákveðið á ríkisstjórnarfundum hvort við tækjum hann í sjónvarpsskjám. Þannig tekur engin ábyrgð. En til dæmis gott dæmi þetta Eurovision. Þetta það minnsta sem við getum gert. Þetta það ódýrasta sem við getum gert og það öflugasta. Og það höfðu menn ekki eins og hugrekki til þess að gera. Ég hlusta á ræðunina hans Páls Óskars. Hún var mjög kröftug sem hélt á Austurvelli. Þetta svo skammarlegt. Þetta minnir reyndar á Eurovision Azerbaijan. Það var búið að drepa alveg fullt af fjölmiðlafólki. Talandi bara fjölmiðlamenn. Þú veist, það var að drepa blaðamenn. Stofnunin Ríkisútvarpið vildi ekki eins og standa með blaðamennunum sem hafa verið drepnir í massavís. Ekkert frekar heldur en Azerbaijan þegar þeir héldu partíið þar. Og þar voru þeir náttúrulega teknir og pyntaðir allir þar innlendir blaðamenn sem höfðu eitthvað að vilja vera afhjúpa þar. Þannig að það grundvallar skortur á svona mínimal samstöðu með prinsipónum. Það má merkja að það sé möguleiki að sé að einhver stífla sig að bresta. Kannski maður bara á bjassinn og maður horfir á það sem eru merki það. Var ekki Dublin sem var að slíta svona vina sambandi við Tel Aviv og svona, ég talaði við Helen Ólafsdóttur öryggissérfræðing við rauðaborðið og hún var að benda á að núna væru þingmenn í þinginu sem gætu talað gegn þjóðamorðinu. Nei, í breska þinginu. Áður þá bara fekk þetta fólk bara eitthvað hryllilega útröð bæði í þinginu og í fjölmiðlum. Þannig að núna orðið svona, það eru fleiri sem að stíga fram án þess að verða rifnir af stallinum eða tekið af þeim gjallarhorni. Bakland hjá því fólki. Þannig að það er viss merkjum að þetta gæti verið að fresta og í Þýskalandi líka. Þýskalandi hefur mjög stóra fréttir. En þarna líka verður maður að spyrja sig að því að það nú ekki eins og þetta hafi verið að byrja bara í gær eða fyrradag. Þetta gríðarlega flókin og löng saga en við erum þá að horfa þarna á 7. október og sem eitthvað punkt þarna. Af hverju þurfum við að bíða og sjá? Af hverju höfum við ekki hugrekki? Alveg svo við höfðum hugrekki til að viðurkenna Palestínu. Af hverju höfum við ekki hugrekki til að hafa forgöngu því það er alltaf að vísa við verðum þá að gera það í samstarfi við önnur lönd. Ég meina, búið að vinna alla þá vinnu, erum við bara klár með okkar afstöðu og fáum svo fólk með? Þetta hlýtur að vera einhverjar efnahagslegar skrúfur í gangi. Það hlýtur að vera einhver lobbyismi eins og vita þeir. Það hlýtur að vera og það auðvitað. Og við séum þáttakendur í því. Já, ég meina það einhverjir, innri kraftar sem valda því af hverju fólk stendur ekki með stóru prinsipónum. Það heitir pólitík það ekki og stundum, ef það væri leyniþjónusta á Íslandi, þá væri hún örugglega búin að kortleggja þetta, skilurðu, hverju innan ráðuneytisins eru á mála hjá, ég veit ekki, skilurðu, hvað liggja fræðirnar, hvernig á sér stað þessi þrýstingur inn í pólitíkina, inn í embættismannakerfið. Það er nú þess vegna er ég eini radikalinn sem talar fyrir leyniþjónustu á Íslandi. Rannsaka sig til Samherja, tengst þeirra, álverin, tengst þeirra, stórveldin, tengst þeirra inn í okkar eigin stjórnkerfi. Ég meina, leyniþjónustan hafa ekki verið að rannsaka einhverja radikala, einhverja umhverfið sína. Það er bara, þeir eru stóra, það eru landaráðin og landaráðin gerast í þessum stóru blokkum. Við erum undir áráðasvæði Bandaríkjanna og þau Bandaríkjana skilgreina þannig og ég held að sé bara viðurkennt alls þar í heiminum. Ég held að Pútín og veit það og Kínverjarnir veit það og bara allir beygja sig undir það. Og það náttúrulega bindur hendur íslenskra stjórnvalda sem að telja það að þau geti ekki farið gegn vilja Bandaríkjanna nema í einhverju svona kurteislegu tali og þau óttast bara að það geti haft einhverja afleiðingar. Ég býst við að þess vegna erum við með stjórnvöld sem að þora ekki að tala í svona takt við mikinn meiri hluta þjóðarinnar sem að allar kannanir hafa sýnt að styðja frelsisbaráttu Palestínumanna. Ég held að það eru bara Írar og fleiri sem að skora hærra en við í því. Svo þetta líka og það er líka bara mín reynsla að þetta mjaka svo hægt að stjórnvöld bæði fyrrverandi og núverandi
eru orðin hugrækkari, það má segja þjóðamorð, það bara mátt ekki segja þjóðamorð. Það má ekki nefna Bandaríkin. Þú veist, við fyrir svona aðeins áfram, en þú veist, það ótrúlega dapurlegt, af því að á meðan enginn tekur skarið. Þá bara mjallar þetta áfram. Írar eru ekki NATO, hafa aðeins meira málfrelsi en við. Já. En Spánverjar í NATO og þeir eru heldur betur að taka sitt málfrelsi. En þetta spurning hvort þetta sé ekki huglægt, þessi pressa, þessi þóknum í Bandaríkin. Ykkur raunveruleg skrúfa? Hvað gæti gerst ef Ísland myndi taka eitthvað stór skref sem var ekki í sátt við Bandaríkin? Samkvæmt varnarsamningi sem að Guðlaugur Þór gerði, þá getur Bandaríkjar komið og tekið landið ef þau telja það vera nauðsynlegt. Og fjarlægt þig og fleiri sem að standa í vegi. Það er bara þannig. Gulli samtu þetta. Það gott að þetta komið fram, sko, og erum við þá raunverulega hræddir þetta. Dómsmálaráðherra, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann var hérna daginn. Nei, Breta, David Lammy. En mér finnst líka svolítið áhvert í þessum tengslu við þetta áhrifasvæðistal, sko, að var það ekki í þessari viku þar sem það var haft eftir Kristrúnu á fundi erlendis að hún vildi eyða 1,5% landsframleiðslu í varnarmál eða varnartengd mál. Mér fannst þetta svolítið áhugavert bara svona í ljósi, þú veist, var búið að ræða þetta í utanríkismálanefnd, er þingið með í þessu samtali því að þetta náttúrulega bara gjörbreyting, tíföldun á framlögunum í svona upp í eitthvað sem álíka og kostar að reka skólakerfið eða eitthvað svoleiðis, 70 milljarðar. Og hvað fellur undir varnarmál? Í hvað fara svo peningarnir raunverulega? Það sem að NATO skilgreini, það getur verið vegalagning eða hafnir eða flugvellir eða eitthvað sem aðstoðar her að hreyfa sig og ferðast 70 milljarðar á ári. Já, það getur verið hvað sem sko. Það er hálfur landsspítala á ári. Já, ef það eru vegir og hafnir þá kannski þetta í rauninni verið að selja eitthvað sem við erum að gera hvort þið að við erum að byggja vegi og það væri... Við erum ekki mjög góð í því reyndar en... Nei, að byggja allt og lítið að þeim og svona Það er forræði 1,5% af landsframleiðslu er líklega svona 4% af ríkisútgjöldum sem að færi þá undir forræði NATO, að NATO verið að samþykkja þetta séu varnartengdir innviðir. Það var líka nefnt þarna varnir gegn netárásum og öðru slíku. Það er leyniþjónustan. Það er vísir að leyniþjónustunni. Þið veitir hvernig þetta, ég er alveg búin að sjá þetta fyrir mig, sko. Við þurfum búið til stjórn leyniþjónustunnar. Og því að leyniþjónustur er náttúrulega stórkostlega hættulegar eins og saga Stalins sannar, sá sem hefur upplýsingarnar hefur völdin og hvernig getur við passað upp á þessi leyniþjónust að bara gera ekki, kúpi ekki landinu og þá skipum við sko svona sjálfstæða stjórn og við höfum í reglum það má bara, í stjórn mega bara setja íslenskufræðingar og bókmenntafræðingar og ljóðskáld. Þannig að sko það er ljóðskáldin. Það er auðvitað fólk sem hefur enga svona hagsmuni af því að taka völdin. Og við höfum bara ljóðskáld og svona íslenskufræðinga í stjórn leyniþjónustunnar. Mér finnst það góð til að það er ekkert víst að þetta klikki. Nei, það er ekkert víst. En ljóðskáld hafa haft mjög vafasamar stjórnmálaskoðanir eins og Esa Pound og fleiri. Jú, hvað hérna Bosníu-Serbinn, Ég nefndi Bergþór Ólason áðan þegar við vorum að tala um þingið en hafið þið verið að fylgjast með þinginu? Það er nú erfitt að hætta því, sko. Ég horfi á það sem afþreyingarefni núna frekar en að vera með það sem eitthvað alstarf. En já, maður getur ekki annað en kveikt á þessu reglulega. Ég fylgist alveg vandræðilega lítið með þinginu og er svona aðeins að byrja að ná upp svona takti aftur. Ég þurfti alveg bara break frá þessu og en það eru auðvitað ótrúlega margt og mörg stór mál maður auðvitað fylgist með. Það eru sjávarútvegsmálin, það hefur verið mikið til umræðu búvörulögin og dómurinn í kringu þau. Það er margt í gangi sem að maður getur ekki sleppt í að fylgjast með bara tíðarandanum. Þannig að, jú, maður er svona að reyna þess. En þú varst með ykkur uppsteyt í vikunni? Var ég með uppsteyt? Varstu ekki að segja þig úr Vinstri-grænum? Jú, ég gerði það. 1. maí þá gekk ég úr. Já, mér staknaði við hann. En að hverju sagðir þú ekki? Það er alveg flókið svar, sko, því að í hjarta mínu tilheyri ég VG og ég hef
gríðarlega trú á stefnu þeirra hreyfingar og þar sameinast sko friðarstefnan, kvenfrelsið, félagslega réttlætið og náttúruverndin og þetta eitthvað allt sem að ég trúi á og stend fyrir en til lengri tíma hef ég ekki alveg verið sátt við hvert VG hefur verið að stefna og við vorum alveg nokkur í hreyfingunni bæði núverandi og fyrrverandi félaga sem að flögguðum rauðu fyrir löngu síðan sko, áður en að Katrín fer og áður en að eitthvað en þannig að ræturnar eru dýpri ræturnar eru djúpar hjá mér gagnvart þessari stefnu. Ég sagði það bæði fyrir kosningar, ég tók enga þátt í kosningabaráttunni og sagði formanni hreyfingarinnar það ég hefði ekki trú á þessari vegferð og þessu verkefni og ég hef svona svolítið líkt við það að VG hafi keyrt fram að hengifluginu með galopin augun sko, því að þú veist, það var ekki bara fólk út í bæ, heldur líka félagar úr grasrót sem að bentu á þið eruð á rangri braut en þá áttu við málamiðlanir sem voru gerðar til þess að halda völdum já, bara svo miklu meira bæði innan flokks stjórnarsamstarf það bara ótrúlega margt við höfum fengið upp í hendurnar ýmis tækifæri í því að Katrín fór sem að mínum að einn, ef ekki sá allra öflugasti stjórnmálamaður sem við höfum átt á Íslandi. Þegar hún fór, það var eftir sjá í henni, en í því fólust líka gríðarleg tækifæri. Við klúruðum þeim, ekki nýtt, neitt. En þið samþykktu náttúrulega útlendingalögin, nýju útlendingalögin, sem hertu töluvert hluti og gerðurinni forstjóran og formar kærunefndar alveg einráðan, þannig það eru ekki eins og niður áfrýjunar möguleikar í dag. Þetta eiginlega algjört svona eitt dómstig bara. Eitt dómstig. Þannig að því að ég veit, ég skilði vel, það náttúrulega þess sem fólk gengur úr flokkum, að þegar prinsipin eru brotin og þetta alltaf þessi endalaus að saga lýðræðisins, sko, málamiðlunin til þess að halda völdun og sko prinsipin annars vegar. Og það alveg rétt. Í mínum huga einmitt vinstrigrænir einmitt dæmi saga félagskap sem fer yfir línuna. Gerir ofmækja málamiðlunum og brýtur tilbaka aftur baklandi sitt. Og ég var alltaf svo mikið vitni af því þegar ég tók þátt í mótmælum og Austurvelli út af útlendingalöggjöfinni og þarna var öll unglega hreyfing vinstrigrænna stödd grátandi yfir því sem var að vera að gerast. Og ég hugsaði að þú getur sko svikið svona sko hjartansmál innsta kjarnarhreyfingarinnar. Þá átti ekki mikinn séns. Fyrir mig sem þingmann þá voru útlendingamálin held ég að ég geti alveg sagt það lang erfiðasta sem að ég vann í og í það heila og það kannski bara eitt sem að stendur ofar sem að ég mun þurfa að lifa með alla mín ævi og það var að verja Jón Gunnarsson vantrausti sem ég hefði þetta aldrei átt að gera en ég meina, þú veist, ég bara heiðarleg þú veist, ég fór gegn betri vitund. En hvað verið þú ennþá í flokknum? Já. Ég það og hvernig finnst þér þessu umræða hérna þetta ég meina og fulltjáreintekið eða? Nei, ég dreg engan ef á það þetta sé upplifun Jódísar vinkonum minnar og maður bara sínum augum lítur hver silfrið sko en það hefur svona, ef maður horfir tilbaka þú veist, maður búinn að vera auðvitað eðlilega svona melta þetta hérna og það niðurstöðu kosningarnar alveg skýrar vinstri vængur íslenska stjórnmála var bara þurrkaðist út hefur enga fulltrú á Alþingi og það endurspeglar vissulega skipbrot VG en það líka endurspeglar einhverja bara stærri breytingu sem að verða Já, þjóðlega ég meina það eru evrópska allavega Já, meina vinstri hreyfingar að tapa kosningum út allt og hvað ég kann ekki lausnina á því hvað í gangi sko en það augljóst að það að verða einhver það verður að verða til ný tegund vinstri stjórnmála til þess að þessi sjónarmið sem eru eilíf baráttu þeirra sem ekki eiga gegn fjármagnseigendum að hún finni sér eitthvað farveg. Það getur orðið
umbylting innan þeirra flokka sem eru til eða eitthvað nýtt voru til, maður finnur það alveg gerjun á vinstrivægnum og átök í sósíalistaflokknum, ég svo sem ekki heyrt neitt átök innan Pírata, þannig að ég... Já, það var nú eitthvað húlum hæ á þeirra... Þeir eru ekkert vinstriflokkur, láti í. Já, hluti Pírata eru vinstrimenn. Og kjósendur Pírata eru eiginlega sama mengið og hefur kosið VG og sósíalista. Þótt að fórustan, inn í fórustun eru margir bara nýfrjálshyggjumenn. Já, við vorum með Björn Leví fyrir vík. Já, hann myndi ekki flokkað sem vinstrimann og ekki heldur borgarfulltrúana. En það hins vegar þannig að það vinstra sinnað fólk sem hefur kosið Pírata. Óli Þ. Harðar kemur reglulega og upplýsir okkur þetta. Jú. Og ég meina, hann kemur, þú veist, og innan Pírata, eins og á síðasta þingi var auðvitað fólk sem kemur úr vinstrinu og mikilli náttúruverndar baráttu og annað. Við getum talað þannig, við getum ekki sagt að Pírata séu vinstri flokkur. Ég tek alltaf fram þetta sem ég var að segja áðan að kjósendur Pírata, þeir eru félagshyggju og ég meina, þú nefndi Björn Leví og hann hefur oft sagt þetta að stefna Pírata hneigist alltaf til svona félagshyggju vegna þess að kjósendur þeirra og flokksmenn eru þar. Þó svo að sé hluti af það bara einhvern veginn hvernig þessi flokkur var til að þarna eru bara mjög ákaft hægri fólk inn á milli sem hefur haft ítök í fórustunni en ég leyfi mér að tala kjósendunar sem vinstra megin og það er bara þannig. En það sem mann finnst svolítið áhvert í þessum að allan að upplifi ég svona eins og að segja svona gat í umræðinni. Það eru ákveðin sjónarmið sem heyrast ekki á þinginu og það breytir því bara hvað verður pólitískt mögulegt fyrir stjórnarflokkana að gera vegna þess og til dæmis tengt þessum útlendingamálum að ef að það er aldrei neinn konfrontasjón innan þingsins það að það sé mögulega rétt að staldra við að það er búnar til fangabúðir og eitthvað svona að þá muni það bara gerast af því að fólkið sem í stjórn og stjórnarandstöðu er bara sammála að það sé góð hugmynd virðist vera og þetta ástand held ég að muni ekki vara neitt rosalega lengi, ekki margar kosningar röð að því að fjórðungur fólk sé vinstrimenn svona vel vinstran við miðju og það er ekkert breytt. Þannig að þessir kraftar verða og munu finna sér einhvern farveg. Ég tek undir það og ég held að að því að hann nefnir útlendingamálið þá langar mig að nefna sérstaklega líka náttúruverndina að við erum auðvitað bara að horfa á loftslagsmálin, við erum að horfa á hér okkar auðlindir og landið okkar að það er pínu ókveikjandi að það sé ekki einhver sem stendur fyrir þeirri varnarbaráttu inn á þingi. Ég ætla ekki að gefa öllum... Nei, Viðreisn skoraði nú hæst sem umhverfisflokkur samkvæmt rannsóknum í... Sólinni, nei. Já, þeir allavega á okkurum svona spurningalistum þá voru alltaf allir flokkar grænir, sjáðu til. Sá spurningalisti var mjög svona innan úr nýfrjálshyggjunni með svona hugmyndur að auðvaldi sem hefur spillt náttúrunni sé best hæft í því að laga það. Já, þetta skjótt á mig þegar ég trúi því að það eigi að nota auðvaldi, við erum að nota öll tæki sem Þú varst vorum áður en við fórum í útsendinguna, þá varst þú að fara okkur hvað gæti orðið breytingar í Hvalfirði. Já, þú veist, þetta byggir allt á prinsipinu, því miður þá gengur ekki lengur að gera ekki neitt. Þó það hefur alltaf verið besta prinsip varna alla samskipti náttúrunnar að maðurinn stígi tilbaka. Við erum bara komið svo langt fram með hengifluginu að við þurfum inngrip. Eins og Parísarsamkomulagið byggir á. Við þurfum að draga þetta efni niður og binda það. Ekki bara í lífmassa heldur alla leið niður í jörðina. Það þýðir við þurfum að búa til kolefnisjöfnunar iðnað. Hvað sem okkur líkar það betur eða ver. Ef við ætlum einhvers staðar að koma í veg fyrir að hægja á mestu katastrófunni. Hvalfjarðardæmi var gott dæmi, stórkostlegt verkefni. Það er búið að rannsaka Hvalfjörð, hann er mest rannsakaða hafsvæði á Íslandi í dag. Og þarna átti að basa pínlítið upp árnar
og athuga hvort að með því að vinna gegn súrnun, því að þegar haf súrnar þá minnkar lífmassin og skilyrði lífsins verða verri. Það beinlínis þannig bara skelfiskunum verður veikari, fuglarnir bara, eggin þeirra brotna af því að hafið þeirra súrna. Og þarna átti að vinna rannsókn sem var mjög vel útfærð og dokumentur og samþykkt af öllum þar til bærum sérfræðingum og stjórnvöldum. Það átti að prófa í þessu umhverfi að örlítið basa upp fjörðinn og mæla leið nákvæmlega hvað breyttist. Þess vegna var það svo rannsakaður. Og þetta út af ótta við einhverja kjósendur og æsing sjálfsagt í Kristjáni Loftssyni og félögum hans og nágrönnum í Hvalfirðinum auðvitað blásið af því það hræddur þingmaður þarna sem verður hræddur við kjósendur sína á svæðinu. En þarna komið aftur á stóra prinsipinu. Við vitum ekki, það enginn svo við horfumst ekki augu við það hvað í húfi. Og varandi stjórnmálflakka og það sem þurfa að tala vinstri eða hægri eða píratar ég sé mest eftir því að hafa ekki bara hellt mér út í pólitík og stofna bara alvöru grænan flokk og bætt við einum grænum flokki í okkar pólitísku flóru. En það væri þá flokkur sem myndi byggja allt sitt á grænu. Öll efnahagspólitíkin væri hugsuð út frá grænni stefnu. Öll félagshyggjan, all afstaða til allra mála ætti alltaf rót í grundvallar hugmyndinni hérna grænu hugsun að vera ekki vandamálið heldur vera lausnin. Var ekki vísir að þessum flokki fyrir síðustu kosningar sem að bauð svo ekki fram þarna í lokin? En í staðinn byrja allir flokkar auðvitað að flagga grænu og þykistu grænu, skilur við. En þetta líkla Pétur mun skamma mig þegar ég kemur himna Vafki að bara henda hann að vinstri hreyfingin og kalla bara grænt frambóð og fara bara og þá getum við verið svona semikapitalistar eins og ég og sagt eða félagshyggjumenn hvernig sem við getum saminast og við finnum alltaf þá saminingaflutin í að vera partur á lausninni en ekki vandanum. Sko að því þú ert að nefna þetta með kapitalistana að þegar ég fór að horfa upp á sko ég með meistarapróf í lögum og ég skrifaði mína meistararitgerð ETS bókunarkerfið, losunarheimildirnar og allt í kringum það. Og ég var sem sagt, þú veist, að fylgjast með þessari þróunadri svo allt í einu byrjaði að spretta upp fyrirtæki á Íslandi sem að fóru að græða rosa mikla peninga á loftslagsmálum, bara kaupa eitthvað og gróðurseta tré og bara allt í gangi af því þannig virkar það. Leið og einhver finnur peningalikt þá kemur áhugi og ég alltaf að bíða eftir því að fjármagnsöflin sjáu tækifæri í feminisma. Þannig að þá komi kannski einhverja breytingar en svo þegar þú skoðar betur hvað að gerast í þessu þá sérðu að þetta auðvitað mestmegnis svo kallaður grænþvottur. Það að ryðja upp grónu landi til að gera eitthvað annað til þess að búa til úr því einhverja peninga. Það er eitthvað vitleysa. Það er ekki umhverfisvernd, það er ekki loftslags. Nei, það er einhver hann sem fór fram úr sér, það er ekki mörg dæmi um þetta. Já, hvað segir þú, Kári? Ég náttúrulega svo mikill verandi svona ræktunarmaður og landbúnaður alltaf hrifinn að því að rækta og bylta landi þannig að ég sé ekkert að því að plægja land til að planta trjám en þetta er ekki fallegt rétt á meðan En ekki líka búið að sýna fram á að sumt af þessu þar sem þú ert að rjúfa gróið land, kjarrlendi þar meiri binding heldur en í þessum hríslum sem þú ert að planta, skilur þá snýst þetta bara peningana. Nei, þetta voru falsfréttir. Þetta voru falsfréttir sem RÚV kom með varandi bindingin í beitilandi og binding í skógi. Þegar menn fóru inn í fréttina og skoðuðu linkana og vísuðu ykkur að skoskarannsókn þá kemur í ljós að niðurstaðan var ekki þau. Hún var bara að skógur bindur kannski örlítið minna en menn höfðu haldið áður. En hún var ekki það að hann bindi ekki meira. Auðvitað bindur lífmassi skógarins meiri heldur en lífmassi beitilans. Það liggur í hlutarins eðli og þetta er gott dæmi. Það eins og þurfa að mennta fjölmiðlamenn í dag. Við megum ekki missa þetta alltaf í þessa falsumræðu og upplýsingaóreiðu. Það er svo mikið upplýsingaóreiða, svo mikið að nei-segjum og eins og ég segi þú veist, við viljum alltaf segja nei og vera svo hrætt og svo framvegis. Við erum bara með risastórt verkefni aðsteðjandi
lifandi ógn og við þurfum að beita öllum leiðum. Töfrasprota kapitalisman og félagshyggjunni og samtökunum og við þurfum að breyta lífstíl okkar og þetta risastórt verkefni. Já, en eitt af því sem trufla mig þegar við erum svo komin inn í þetta og þetta fyrir að verða iðnaður og þetta fyrir að verða gróður. Já, en horfðu þá á það að einhver fyrirtæki sé að kaupa upp jarðir, leggja íslenska landbúnað kannski bara í eyði. Það verður ykkur að verða að fá ríkur á þessu. Því miður. Við verðum að sæta okkur við það, við erum að bjarga heiminum og það verða, og fórnarkostnaðin verður það verður ykkur í strákar ríkir á þessu. Þetta er sama sagan sem þið leikstjórnir segja alltaf. Já, nákvæmlega, það þurfa einhverjir strákar að verða ríkir. Það er það sem við óttist. Það er einhverjir strákar sem verða ríkir á þessu, þetta má ekki. Ég held að ég hægt að nota þetta samtal hérna sem svona kennsluefni einhvers staðar. Því að það verður óhugsandi þetta samtal að við átt sér stað nema á svona síð nýfrjálshyggjutímum. Þegar að trú hérna almenningsorðið þannig að það sé bara auðvaldi sem að geti gert einhverju hluti. Það sé bara peningarnir sem reyfi allra hluta. Ég kem annars staðar að það sem að reyfi afl í samfélaginu er almenningur og það er afstaða almenning sem að verður ná fram. Við erum búin að gangi í gegnum núna þar sem að auðvaldið hefur eiginlega haft frjálst spil uppbyggingu samfélagsins og við erum að horfa upp á niðurbrot samfélagsins allstaðar í okkar heimi. Við erum búin að horfa á það að réttindi og svona vald almennings hefur eiginlega aldrei verið minna. Það er búið að stela stjórnmálum á okkur. Við erum með ástandi í Bandaríkjunum eru bara hraðleiti fasisma, þar sem að þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunnar ætla að verja vald sitt og auð með fasisma. Þannig að bera það á borð núna að eina leiðin sem að getur, eina afli sem getur bjargað mannkyninu sé auðvaldið. Mér finnst það alveg stórkostlegt og ég veit að Benedikt sem var vel upp alinn á sósíalísku heimili. Rauðri peysu. En svona er komið fyrir mönnum eftir 40 ára linnulausan áróður auðvaldsins að þið eigið ekki að leita lausna. Ég sagði ekki eina leiðin. Þið eigið ekki að leita lausna. Það er ekki ykkar að koma ykkur saman hvernig framtíð við eigum að hafa hérna í okkar samfélagi í okkar mannkynnu. Heldur eigum við að bíða eftir því að auðvaldi komi með lausninar því að þau muni bjarga okkur. Frá hverju? Frá eyðileggingu auðvaldsins. Hver trúir þessu? Annar en Benni. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Þetta er paradóksinn. Kapitalismin er málið sem hefur komið okkur þangað og til þess að komast upp úr þessu hólu við þurfum við allt. Ég er algjörlega sammála. Við þurfum ríkisvaldin. Ríkisvaldið er stærsta tækið. Það valdið þarf að gera þetta vandamál framleiðanda, vandamál kapitalismas. En við erum í kapitalískum heimi og við þurfum að vinna hratt og vel og við getum ekki beðið eftir byltingu. Við þurfum að hemja kapitalismu. Ég veit að þú vilt bara fyrst búið til byltingu og svo snúa þér að umhverfisvandanum. Það er bara ekki hægt. Nei, ég vil almenningur taki völdin yfir ríkisvaldinu og setji kapitalismanum mörk. Já, og það er ekki sekti þá sem að eyðileggja jörðina. Hugsið ykkur, við vorum með grænan meirihluta hérna ennþá, allir flokkar voru grænir á síðustu kjörtímabili. Hvert fórum með það? Já, allir nema, nánast hann var líka orðinn grænt. Það tala allir grænt. Það töluðu allir grænt eða meira og minna grænt. Voru með græna stefnu og grænt grænt. Og hvaða meirihluti, hvað kom út úr því? Ég held að Samir þykist vera grænt, sko. Allir eru grænir á... Þetta er eiginlega, við getum frekar að tala um lýðræði, þetta er akkurat veikleiki lýðræðisins, sko. Ég er auðvitað lýðræðisinni, en lýðræði virkar ekki þegar kemur að svona stórkostlega vandamál. Sko, heyrðu, við getum líka tekið bara önnur mál heldur en umhverfismálin. Við getum tekið sjávarútveginn, tökum fiski, og þetta dæmi sem að Gunnar Smári er að tala um hérna, hvernig auðvaldið hefur farið hringinn í kringum landið, og hvernig standa og svo erum við bara hérna, við vorum að veita hérna 200 milljónir eitthvað brothættar byggðir og eitthvað í að eitthvað fyrir að búa til eitthvað sult og eitthvað. Það er búið að taka inneflin úr samfélögum og rífa þau út. Það er ekkert eftir. Og ætlum við að bíða þá eftir að stórútgerðin komi með lausnina. Akkur er eitthvað að bíða? Við erum ekki að bíða neitt. Við þurfum öll að fara af stað. Ég meina það er verið að hakka niður ráðuneytin og stofnanina sem veit einhverjum leyfi til að rannsaka eitthvað. Sko, það þurfa allir að vinna saman og ég er að segja að eitt af elementunum í okkar samfélagi er þetta helvítis aflkapitalismas sem er rosalegt. En það er bara eitt af elementunum. Hitt er ríkisvaldið og viljinn og almenningur og við þurfum alla. Af hverju ætti auðvaldið að vilja vinna með okkur hinum af því að gera... Af því að ríkisvaldið býr til reglur handa auðvaldinu eins og á fótboltaleik og gerir kapitalista grænni með það sem það er að gera, með skatta í vilunum og þessu.
með því að fella niður allt eftirlit, það ekki skatteftirlit eins og með þeim, það er ekki samkynnseftirlit með þeim, það ekkert eftirlit með þessum fólki. Við gera þessa reglur. Við þurfum að búa til leikreglunar, ríki býr til leikreglunar til þess að virkja afl kapitalismans, til þess að bjarga okkur líka. Eitt af verkefnunum þessara stórkostlegu breytingar er að endurskipuleggja reglurnar svo að kapitalismin kraftur hans geti orðið grænni. Við gripum frammi fyrir Kára sem var að byrja einhverja hugsun sem ég veit ekki hvort þetta var þínum með það. Nei, ekki alveg. Sko, þetta er allt sem var mjög fínt að eldraða þínum að það eru að almenningur þurfa að endurheimta vald sitt en þetta er samt bara að vera svona æpa í tónsmanns húsi sko þegar pólitískt afl vinstrihreyfingarinnar á þingi er ekki neitt. Þú veist, þá getum við haft allar þær stefnur og lausnir sem við viljum. En pólitískt afl vinstrihreyfingarinnar var við völd árum saman og við vorum í sömu stöðu og ég vísa aftur í fiskeldi, sjávarútveg, við vorum með þessi ráðuneyti. Já. Hvað klikkaði? Ég ætla ekki að fara, það var ekki hugsun greina það allt sem er nýtt, en að því að sko, ef maður horfir fram á veginn, það sem ég finnst mjög eftirtektarvert við umræðuna núna er að almannarýmið allt er í eigu erlendra stórfyrirtækja og ef maður reynir að teikna upp lista hvernig maður ætti að komast í gegnum daginn án þess að borga Zuckerberg og Bezos og öllu þessum fólki eitthvað skatt fyrir einhverju þjónustu sem er eiginlega orðið nauðsynleg bara til að fara með barni í leikskólan, að þá þarftu alltaf að fara í gegnum örfá stórfyrirtæki og þetta er almannarýmið og þetta er umræðan og eftir kosningarnar þá hef ég svona hálfpartinn gert eins og munkar á miðöldum sem sögðu að nútíminn er fallinn og ég ætla bara að fara í klaustur og gera mína sultu og ekki taka þátt í neinu og ég hef reynt að gera þetta með samfélagsmiðla en í leið er ég að skúra sjálfa mig út úr almannarýminu af því almannarýmið er í eigu stórfyrirtækjanna og maður velti fyrir sér hvernig lýðræðisþjóðfélög ætla að takast á við þetta að fyrirtækin sem stjórna því hvað ég sé þegar ég fer inn á samfélagsmiðla þau eru með markmiðum að hámarka gróðan hjá sér en ekki það að stuðla að því að færa fólk saman stuðla að góðri umræðu og eitthvað svona menn að þetta er stóra verkefni finnst mér að þú veist það er einhver ástæða fyrir því að progressífu öfl eru að tapa kosningu út allt og ég held að það sé að hluta til vegna samfélagsmiðla vegna eignarhaldsins á þeim vegna eignarhalds á almannarýminu og meina, þessi fjölmiðl hér er svona andspyrnuhreyfing gegn þessu sem er merkileg en meina, hvað finnst ykkur þetta? Þetta er vandinn segi ég sko. Já, þetta er eins og Benni bendir á við búum inn í kapítalísku kerfi og það er flókið og erfitt en við verðum einhvern veginn að eitt sem ég verið að hugsa því ég sitt hérna allan daginn og að tala með fólk eitt sem ég teki eftir að mér finnst vanta eiginlega í samtíman sem að mér minnir að hafa verið til þegar ég var að komast upp sem er svona einhver hugmyndum svona counterculture það væri svona möguleiki á því að raunverulega ekki að taka þátt í svona megin línunni sem að oft er rekin áfram á kapitalismum sem að þeir voru ekki fundnir upp fyrir nýlega þau voru þegar ég var að alast upp. En þá var möguleiki á því að bara vera fyrir utan að hafna því. Það var miklu öflugri listframleiðsla sem var í andstöðu við kapitalismann. Það voru heilu bókútgáfunar og leikhúsin og guð með þetta hvað. Mér finnst vera miklu minna þessu núna og þú nefndir þennan fjölmiðl sem einhvern mótvægi við hitt og það er bara örfáir miðlar sem eru raunverulega ekki einhvern veginn svona hægra nýfrjálshyggju megin í lífinu. Það bara er ekki. Og meira sé að þetta er svona sproti sem að kannski minnir á svona podcast og svona podcastin sem eru drifin áfram og fá ykkur peningar og þeir sem eru fá auglýsindar og styrktaraðila sem eru auðvaldið. Þannig að ég held þetta ef maður má fara þannig svona þetta sé svona menningarlegt fyrirbrigði að þá held ég að við verðum líka bara að horfast í augu við það ætlum við bara að leyfa auðvaldinu að taka öll völd í samfélaginu og leiða okkur inn í eitthvað svona fasisma sínum hætti, allræði auðvaldsins eða ætlum við að teljum við vera eitthvað virði að
og þetta snýst bara að vernda menningu okkar. Við sjáum hvernig Trump gengur fram, hann að slökkva í háskólum, hann að slökkva í fjölmiðlum, hann að slökkva öllum sem eyða út úr sögubókum. Eyða út úr sögubókum, hann að vísa fólki úr landi sem tekur þátt í mótmælum. Tollakvíkmyndir. Þetta eitthvað þess virði sem hefur orðið hérna til eftir svona alþýðubyltingu í okkar heimsluta frá því almennum kosningarétti og þegar auðvaldið misti svolítið völdin í seinna stríði og almannar hreyfingar náðu að móta samfélagið að þörfum almennings. Ætlum við bara að horfa á þetta bara vera eitt og brotið niður eða ætlum við að rísa upp og verja okkur? Verja, lýðræðið, verja frelsi okkar til að tjá okkur? Hvernig gerum við það? Hvernig stöndum við upp og verjum lýðræðið? Það við verum að mótivera okkur og við verum að skipuleggja okkur. Eitt af því sem svo stórt í þessu sem þú nefnir núna, það þetta að hugsun okkar og ég held reyndar að því við erum að tala um VG og við erum að tala um Pírata og eitthvað, ég held að pólitíkin hefur bara færst mjög mikið til hægri. Og það orðið svo innstimplað þessi arðsemiskrafa. Við getum ekki gert neitt nema út frá arðsemiskröfu. Og ég hef nú ekki endilega alltaf verið vinsæl fyrir þá skoðun mína að ég held að sameining alls, hvort sem að það heita ríkisstofnanir, sveitafélög eða hvað það það alltaf hugsunin. Þetta alltaf litlar einingar. Við verðum að græða meira, það verður að gera þetta hagkvæmara eitthvað. Sameina sveitafélög, förum hringinn í kringu landi, hvað hefur gerst? Þjónustan hefur orðið lakari á jaðarsettu svæðunum. Reksturinn og miðstýrða stjórnsýslan hefur blásið út og ég dreg það mjög í efa að tek mitt sveitafélag Múlaþing sem dæmi þar sem þú ert með sveitastjóra á Egilsstöðum, þú ert með eitthvað svona vara sveitastjóra, ég man ekki hvað það heitir, eitthvað umboðsmaður sveitastjóra í hverjum kjarna, svo ertu með heimastjórnir og ráð og eitthvað. Ætlar einhver að segja mér þetta kosti minni pening heldur en að vera með 4 frekar lélegt launaða sveitastjóra í sveitinni. Allt sem við gerum, hvort sem við erum að horfa á íþróttastarf, skóla, menningu, listir, við erum öll orðin þannig þengjandi. Það ekki hægt að fá fólk orðið til að taka þátt í að baka fyrir kvenfélagsdæmið eða eitthvað, af því að allt snýst arð og peninga. Og ég held að við munum aldrei ná þinni góðu hugsun að ná þessu öllu einhvern veginn tilbaka fyrir að við vindum ofan að þessu. Þannig þú vilt gera byltingu fyrst og svo að snúa þér af grænu verkefnum? Ég ætla bara að vera í gúmmístígvélum með hakan í minni byltingu, setja niður kartöflu þegar það verður að gera bæði einu. Það svolítið þannig, þú verður að fjarlægja bílstjórum sem að keyra rútuna fram af fjarginu áður en þú snýrð við. Ég lít svo á... alltaf öxlinni á hana, viltu bæja væni minn? Ég lít svo á að þið vinstrimenn, ég ætla að kalla ykkur þið vinstrimenn, einn á móti rest. Þið stáluð grænaflækinu og þið grænþvoðuð ykkur og þið hafið þóst vera græn, en þegar kemur að því þá hafið þið engan áhuga á umhverfismálum. Þið hafið engan raunverulega á. Þetta bara þykistu flagg. Það hefur sýnt sig aftur og aftur. Hvernig pólitíkin og sérstaklega vinstriarfurinn svíkur hugmyndina, skilur ekki hugmyndina, fattar ekki hvað í húfi og vill ekki fórna neinu fyrir það. Það Ég frá svona komið, þannig ég hef alltaf verið hrifinn af reykháfum og þannig að ég tek þetta ekki til mín. Ég tek þetta til mín og ég ætla að segja nei. Raunverulegt vandamál í heiminum eins og þannig í Bretlandi, þar sem verið að bara pakka niður öllum aðgerðum í umhverfismálum til þess að hafa peninga til þess að vopnvæða landið. Og það er ekki umhverfisvernd eða loftslagsmál eru ekki á neinni sigurbraut í neinu landi í Evrópu. Engu. Mér langar að því að áðan langar með að segja þetta, ég ætla að gera það núna, að þennan sjómannadagurinn, að fyrir langa löngu þá vorum við saman á togara ég og Kristján Vilhelmsson í Samherja, sem þetta fyrir tíð Samherja, og hann var vélstjóri og svo hitti hann fyrir einhverjum mánuð síðan og við erum að spjalla og þá vorum við að tala um umhverfismál og höfum báðir á umhverfismálum og þá var hann að segja að það kemur að því að fólkið sem að borða fiskinn vill ekki borða fisk sem vittur af þessum dísilprömmum sem við erum með. Þetta sagði hann fyrir svona 15 árum að núna og það eiginlega, við höfum samt ekkert fæst eitthvað, náttúrulega skip sem eru teiknuð núna, eða náttúrulega mikið minn orku heldur þessu voru.
og allt það. En hann, sem sagt, sagði þetta í spjalli okkar fyrir svona 15 árum eitthvað fyrst. Og ég veit ekki hvað stendur með rafvæðingu hafnana, en menn eru auðvitað að hanna þessi skip, þetta eru auðvitað framtíðarskip, þessi grænu skip. En þetta eru auðvitað stóra málið, orkuskiptin. Og það hefur auðvitað hellingur gert. Auðvitað mætti það gerast miklu hraðar og við ættum auðvitað að setja meiri pening í það heldur en eitthvað annað. Sjáu strandið bara núna, ef þeir væru nóttina, setti bara í samband að vera að hlaða rafmagnið á meðan að notkunni væri sem minnst, sko. Og svo myndi keyra bara á rafmagn út og svo daginn eftir. En sko, bara svo við setjum þetta í samhengi. Það er rafeldsneyti til þess að það sé hægt, sko. Bara minna á þetta, ef við hættum öllum útblæstri núna, íttum á takka og þetta myndi koma hungursneið, við myndum samt fara upp í 1,5 gráðu og jafnvel meira. Þú veist, við erum komin. Það er talað það séu 666 Eyjafjallajökulsgos í gangi á jörðinni á hverjum einasta degi. Það er magnið að útblæstrum. 666. Eldgosið, það kolefnisjafnaði sig fyrst allra eldfjalla vegna þess að stoppaði loftumferð meðan það var. Það er grænasta eldgos heimssögunar. Og við eigum það. En sko, þetta er ástandið. Olían sem við brennum, hún er jafn mikið og Dettifoss á hverjum einasta degi. Skilur við, þetta er magnið og það er vitað, það nægir ekki fyrir okkur að græða upp eyðimerkur og gera skó á stærð við Ástralíu. Við verðum líka að toga þetta og festa það í neðstu lögum og þú veist, það þýðir kolefnisiðnaður og það er allir að vinna saman. Þetta er aðsteðjandi ógn, þetta er stríðsástand og í stríði þá verðum við að búti bandalög, líka við hugmyndafræðilega óvin okkar. Og við verðum að vinna saman því þetta er bara loftsteinn sem er að hita á jörðina og hægri og vinstri og allt verðum að fara saman og reyna að stoppa þennan loftsteinn. Undir þetta get ég tekið, en ekki kannski alveg En þá getum við ekki heldur sagt, nei, við getum ekki, þið gerðuð helvitis kapitalistinir, þetta er ykkar vandamál og þið þurfum og burt með ykkur og svo leysum við það. Þetta er alveg rétt að segja þetta, en við getum það ekki. Og talandi sögu Sovétríkjanna sem er náttúrulega mesta umhverfis ógeð heimsins, og þeirra umhverfisspor var rosalegt. Útrýmingu skóga og við getum farið inn í þetta í öðrum þætti, sögu Stalins og umhverfismála og stóru þannig vinstri hreyfingin og hið frábæri sósíalismi hefur sannarlega ekki verið grænt. Þegar Sovétríkir hrundu skánaði loftslagsmál þá? Nei, örugglega, allir það ekki bara stoppaði eitthvað smá tíma. Nei, það skánaði örugglega ekki, en hitt var ekki betra. En það er, við erum að tala um vinstrið, þá er má merkja að það sé svona ólík afstaða vinstrisins gagnvart þessum málum og það er hluta vinstrinu sem hefur metið þess að uppgang hægrisins sem að sömuleyti hefur verið skýrt með því að vinstra fólk hafi hætt að ná sambandi við lágstéttinnar og það er ekki söguna Trump sem gat að kjósendur verkalýðsstéttin í riðbeltunum kaus hann og sama var með Ben Johnson sem hreinsaði upp töluvert fylgi verkamannaflokksins í norðurhéruðunum sem er svona riðbelti og við vitum að Le Pen sækir fylgi, það er líka riðbelti í Frakklandi og við vitum að Alternative for Deutschland sækir mikið í austrið, í Austur-Þýskaland sem er náttúrulega eins konar riðbelti þar sem fólk horfir upp á það að vöxturinn í mínu héruðum er bara eiginlega enginn á meðan að það blómstrar allt þarna í borgunum og í vestrinu og þræfnugötunum. Og það er svona hluti af vinstrinu sem að vill horfa til þess og taka raunverulega upp svona stéttagreiningu Trump að verkalýðsstéttin sem að getur breytt samfélaginu og breytti samfélaginu meðan annars með að kjósa Ben Johnson og allt þess ekki að kjósa reform í Breitlandi núna og Alternative for Deutschland og Le Pen að þetta sé að við verðum að ná til þessa fólks. Þetta er allt saman lönd sem eru raunverulega með riðbelti og Ísland er ekki hluti af því og það er ekkert sem bendir til þess að Trump nái mikið til verkalýðsstéttarinnar á ströndunum í Kaliforníu eða á austurströndinni og ekki heldur að reform hefur nær engum árangri með verkalýðsstéttina inn í London, það er bara mælast alltaf og sama áviðum í Frakklandi og fleira að Le Pen hefur ekkert fylgi í París og ekki kraganum í kringum París þar sem eru innflytjendurnir.
En maður heyrir stundum í íslensku umræðu að lausnin á vinstrinu, þetta svona anti-vókismin sem við verðum að tala að lausnin á vinstrinu sé svo að taka raunverulega upp að ávarpa verkalýðsstéttina með svipuðum hætti og Trump og Le Pen og Boris Johnson og Nigel Farage gera að við viljum ekki hlusta á umhverfismálin, við viljum ekki hlusta á svona mannréttindamál síðari ára, heldur verður við ef við ætlum að hafa áhrif á samfélagið að ná saman við þetta fólk því að þetta fólk hreyfiaflið sem mun breyta samfélaginu. Og ég held að þetta væri svona umræða sem væri gaman að taka í vinstrinu, hvort að þetta sé klók taktík fyrir íslenska sósíalista að láta eins og hér sé riðbelti og fólk sem hefur verið skilið eftir og það geti breytt samfélaginu eða hvort að leiðin okkar til þess að ná árangri sé að búa til breiða samstöðu meðal verkafólks og skilgreina verkafólk að kennarinn er verkamaður. Það sem að sumir vilja skilgreina sem einhverja millistétt sem er óvinnir verkalýðsins að það er allt launafólk hér sem hefur hagað því að taka völdin af auðvaldinu og ná einhverju stjórn á samfélaginu til þess að við keyrum ekki bara fram af brúninni og við sittum uppi með ónýtt samfélag, ónýta jörð og ónýta framtíð. Mér finnst það svona hæpið að þessi sundrandi gremjupólitík sé heppilegur innflutningur svona í magni allavega til Íslands bæði vegna þess að eins og þú bendir á það eru kannski ekki svona riðbelti á Íslandi, það kannski samt má segja að staðir þar sem útgerðin hefur farið að það séu svona riðbelti en minna Akureyri það var mesta af iðnvæðing Íslands á Akureyri og myndirðu frekar vilja búa í Akureyri 1985 en 2025 þegar sambandsverksmiðurnar voru og allt þetta sko. Ég veit ekki, er menn ekki með einhverja draumglí út af því? Ég hef ekki heyrt marga Akureyringa allavega að tala að það hafi verið betra 85 sko. Það er alveg láglaunastefna fólki sem vann þarna, gat ekkert annað farið, það var bara svona. Ég vann við að súta skinn í þessu verksmiðum. Það er bara versta vinna sem ég unnið fyrir ömurlegasta kaup. Það var hryllingur. Ekki það? Hryllingur, jú, ég var að súta. Mér langar svo aftur að snerta þessu þú varst að segja klofningu vinstrisins, að því að ég kannski er ekki sérfræðingur búin að lesa einhverja pósta þetta varðandi átökin í sósíalistaflokknum og mér sýndist fljótt og lítið að þetta væri flokkur sem hefði núna klofnað í þrennt. Fyrst var það gamli meirihlutinn og svo kemur nýr meirihluti og svo klofnar nýi meirihlutinn núna með Sólveig og Önnu þar að segja anti-vók og útlendingar. Þannig að það fólk sem búið að taka við er núna orðið klofið sko líka. Það er búið að ýta transinu og vók fólkinu sem vil vera vakandi fyrir óréttlæti eins og við tíðum. Það er búið að jaðarsetja það og það er eins og þú segir, það er eitthvað það er eins og að vera að populisera vinstri röddina þarna og stefna henni í national línu. Er þetta rétt skilgreining hjá mér? Það fór ekki mikið fyrir svona hugmyndalegri umræðu í þessum klofningi, ég átta mikið alveg á fyrir hvað fórustan stendur sko. Þetta er mannfræði þetta snýst status og tilfinningar. En sko þegar þú ert að segja þetta sko eins og með þessi belti þegar þú ert að horfa, ertu þá að vísa í það að við verðum einhvern veginn að ná saman með Já, það verður vandamál. Við þurfum að ná þessum kjósendum, við þurfum að ná þessum þjóðfélagshópum borð til þess að geta breytt samfélaginu eða hvað? Ég trú á svona bara breiðri fylkingu almennings. Ég líti á að kennara sem hluta af verkalýðsstéttinni. Nei, svo þú ert að vísa í Frakklandi og annars staðar. En ég meina, kennarar hafa beitt verkfallsvopn sem geta lamað sína atvinnugrein en lama líka aðrar atvinnugreinar og hafa alveg sama afl til þess að breyta samfélaginu og sá sem að vinnur í verksmiðju sem einu sem var á Akureyri. Ég hef ekki trú á því að það sé bara verkalýður sem er svona ófaglærður og eitthvað slíkt. Nei, algjörlega. Og ég hef ekki trú að við getum bakkað eitthvað aftur með kröfur verkalýðsins til 1950. Við búum í samfélagi þar sem hefur orðið gríðarleg svona lýðræðisvakning og breytingar á bara mannvirði. Við höfum gengið í gegnum kvennabaráttu og baráttu samkynhneigðra og við höfum baráttu fatlaðra og við erum eiginlega í miðri slíkri baráttu þar sem að fólk er að fá rödd og eitthvað svoleiðis. Þannig ég tel að við okkar
sósíalismi okkar pólitík þurfum við alltaf að vera byggð á sko mannvirðingu og lýðræði og öðru slíku sem að Trump verjar gera ekki sko. Sko parturinn af því sem að viðheldur ástandinu að mínu mati það sem ég kalla bara ótrúlega ríka borgarstefnu. Við höfðum blómlega byggðir hringinn í kringum landið, þar sem að sjávarútvegur, landbúnaður og á því þrifust samfélagin. Við erum búin að svelta alla innviði. Einkavæða eyðilagði byggðirnar. Einkavæða og svelta og það þannig að sko frá sko eiginlega allt Suðurlandið og norður á Akureyri, ef að eitthvað klikkar þá engin fæðingaþjónusta. Skiljiði, það er ekki svæfingalæknir á Neskaupstað, þá ekki hægt að taka sénsinn og þá verður að fara til Reykjavíkur eða Akureyrar. Þú veist, þetta svo sturlað. Það ekki hægt að halda úti svona lágmarksþjónustu og við veljum að hafa þetta svona á meðan að ótrúlega stór hluti þjóðarteknanna eru búnar til á þessum svæðum. En við erum markvisst að þétta byggð, græja og gera, fleiri, taka á móti fleirum, á meðan það ekki hægt að selja sko 100 fermetra einbýlishús sko á 20 milljónir út allt land. Við gerum það viljandi að gera ungu fólki, því við vorum að tala við viljum að fólk fari úr símanum, fari út og setja niður kartöflur, fæði börn, lifi lífinu, rækti landið, passi upp á náttúruna. Þetta viljum við auðvitað gerist, en hvernig ætlar að samfæra unga pari sem búið að eyða ótrúlegum fjárhæðum í að mennta sig, í að flytja á eitthvað fjörð fyrir vestan eða austan, ótryggt rafmagn, engin léleg heilbrigðisþjónusta, það kostar minna fyrir þig að hitta og af í Reykjavík bara í Köpen eða London því þau munu aldrei hafa efni á því að fljúga innanlands. Þetta staðan og þetta gerum við með opin augun og það óháð hægri eða vinstri. Þarna myndi ég vilja sjá allt aðra forgangsröðun. Við þurfum bara að vera 1 milljón Íslendingar til að við getum haldið upp í almennilegum vegum. Við gátum haldið upp í góðu samfélagi. Þegar ég alveg stöð sem krakki. Hvernig voru vegirnir sem voru byggðir þá? Voru þeir mikið síðri heldur vegirnir í Öxi eða Suðurferðavegur eða eitthvað? Voru þeir síðri en þeir vegir núna? Það sem ég á við að ég held bara hreint ekki. Ísland risastórt land, lítill þjóð. Já. Vegirnir sem eru byggðir 2025 eru dýrari á hvern kílómetr í svona raunvirði heldur en samgöngukerfi sem var fyrir 30, 40, 50 árum. Já, einn af vandanum það sama með hafnirnar, það sama með flugvellina, það meiri kröfur gæði og þessi opnir og allt það. Þannig að eftir því sem að kröfur samfélagsins hágæða innviði aukast, þá verður erfiðara fyrir litla þjóð í risastóru landi að halda þeim úti. Sérstaklega þjóð sem hefur gefið eftir skatta á stórfyrirtæki og þá sem nota vegina, túristana. Já, og leggur ekki álögur á þau sem eyðileggja vegina eins og þungaflutninga úr fiskeldi og öðru. 100%. Þess vegna lausnin að sko það stærra samfélag til að standa undir hágæða innviðum í svona stóru landi. Við héldum uppi betri innviðum, við vorum með fæðingaþjónustur, við vorum með það fæddust börn á Egilsstöðum 1984. Dugar ekki auka skattana eftir að segja það sé formúla, dugar ekki auka skattana sem minn tækju, þú veist, myndu veita þá bæði veiðigjöld og túristagjöld. Það mjög dýrt að gera vegi sko, þetta kosti 2,5 miljard kílómetrin í tvöföldrinni upp á Kjalarnesi. Og eitt af því ranghugmyndirnar alla þvæluna frá Evrópusambandinu, ég bara verð að koma því að sko, að það á að laga eitthvað 0,5 kílómetra bút eitthvað starra hólóttu vegi fyrir þessum árum, þá kom bara einhver kall á gröfu og vörubíl og þetta var bara gert og það var bara skrifað einhver reikningur eitthvað. Nei, nú ætlum við að bjóða þetta út á evrópska efnahagssvæðinu, peningaausturinn og þvættingurinn í kringu hvert einasta verk sem gert, sem að nýtist ekki hvorki innviðunum neð fólkinu í landinu. Mér finnst þegar bara að loka þessum vegum, þannig til orkuskipti hafa átt í stað og menn geta bara lappa. Þetta eru ekki að prumpa kolefni alla leiðina. Ég vil að fagna því að fabrikan á Húsavík að stoppa.
Já. Mér finnst nú erfitt að fagna því að 150 manns Ég meina, ég spurði því bara svona. Þetta var náttúrulega mistök upphaflega að fara á stað með þetta. Það er mín skoðun og það er alveg sama hvort við horfum á alla þessa stóriðju hringinn í kringu landi. Þetta voru allt drauma sem átt að bjarga og það þarf aldrei aftur neitt, skiljiði. En svo fer þetta og við sjáum fram á það í þessum stóriðjum allan hringinn að þær fara síð og seinni hluta margar. Hvað ætlum við þá að gera? Þeir eru betur byggt kvikmyndaver. Við gerum það núna í áburðarverksmiðjunni. Já. En nú verður að blása þetta af. Við erum komin yfir tilsettan tíma. En það er Benedikt Erlingsson, Jódís Skúladóttir og Kári Gautsson. Þakkum ykkur fyrir komuna. En við ætlum að skjóta inn núna á eftir ávarpi óþekka sjónvarpsins sem að Þröstur Leó Gunnarsson fer með, sem er svona í tilefni dagsins. Já, það er góð vísa sem er aldrei of oft kveðin en þegar hann er búinn þá mætir hér annar hópur gesta. Ágætu landsmenn og félagar mínir á sjó og ekki síður þeir sem eru í landi, þeir sem hafa hrakist í land og þeir sem eru að reyna að draga fram lífið á strandveiðum, allir þeir sem þrá að starfa sem sjómenn og hafa til þess reynslu og getu en eiga ekki neitt kvóta. Mega ekki róa því þeir eiga ekki fiskinn sem auðvitað ætti að eiga sig sjálfur, en sem er nú skráður og þinglistur sem eign samherja og félaga. Gleðilegan sjómannadag til öll. Skálum fyrir draumi okkar frelsið út á sjó. Skálum fyrir draumnum okkar að geta fiskað og með tímanum stækkað bátinn okkar og jafnvel eignast vinnslu í landi, byggt saman upp betra þorp eða betri bæ, betra land. Skálum fyrir frelsinu sem er horfið og gleymt. Það var gefið öðrum en ykkur. Skálum fyrir þeim tíma þegar maður gat rifið kjaft og þótt maður væri rekinn gat maður alltaf fundið annað pláss. Skálum fyrir þeim tíma þegar sjómenn létu í sér heyra og áttu öflug félög sem höfðu áhrif. Beygðu sig ekki fyrir valdi stórútgerðarinnar sem í dag ræður öllu. Fjandinn hirði það pakk. Það er illur yfirboðari sem kúar fólk með launatjekkanum, hótar fólki að svipta það lífsafkomunni. Það er sannarlega skítapakk. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem byggðu upp fiskveiðar hringinn í kringum landið, tóku þátt í því að lyfta Íslandi upp úr fátækt og opnuðu fyrir nútímanum. Frelsuðu fólk frá örbirgð, hleyptu inn framförum og velsæld. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem fórnuðu lífi sínu við að teygja sig eftir betri afkomu fyrir sig og sitt fólk og í leiðinni fyrir samfélagið allt. Leiðinlegt að engin sjómaður hafi fengið veiðirétt, aðeins útgerðarmenn. Það svíður í hjartað, bölvað óréttlæti að framlag þeirra hafi verið einskis virt kynslóð fram að kynslóð. Sjómenn sem byggðu upp sjávarbyggðir allt land. Skálum fyrir þeim sem börðust svo við getum fært út landhelgina. Tryggt að afraksturinn af fiskimiðunum færi til að byggja hér upp gott og heilbrigt samfélag. Það er ekki við þetta fólk að sakast þótt allt hafi farið á annan veg og aðeins örfáir hafi eignast fiskimiðin og noti þau til þess að auðgast og auka enn völd sín og séu að breyta Íslandi í verstöð sem þau eiga ein. Verstöð þar sem við erum bara verbúðafólk og við verðum að standa og sitja eins og þau segja. Skálum líka fyrir stjórnmálafólkinu sem studdi sjómenn. Skálum fyrir þeim tíma að sjómenn voru á framboðslistum flokka. Skálum fyrir hugmyndinni stjórnmálafólk sem vinnur fyrir almenning, en ekki aðeins fyrir hinn valdamiklu og ríku. Skálum fyrir sjávarútvegsstefnu sem þjónar samfélaginu, en ekki aðeins örfáum auðmönnum. Látum okkur dreyma
á sjómannadaginn stjórnvöld sem endurheimta fiskimiðin og gefa þjóðinni þau aftur, svo arðurinn af þeim getur orðið grunnur að góðu samfélagi. Látum okkur dreyma. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn hátíðarhöld sem ekki eru kostuð af brim eða samherja. Þar sem þetta hátíðisdagurinn okkar og baráttu dagurinn okkar, en ekki þeirra sem hafa sölsað undir sig allt erfiði okkar. Sjómannadagur sem stór útgerðin heldur hátíðlegan dagur sem fagnar ástandinu eins og það Fagnar því að fiskimiðin hafi verið einkavædd og þau séu eign manna sem nota auðsinn til að auka völd sín og auka þannig enn auðsinn. Þeir fagna því að hafa byggt fólk undir sig. Fagna því að hafa þaggað niður í sjómönnum. Sjómannadagur stór útgerðarinnar sigurhátíð hinna fáu yfir fjöldanum. Sá dagur ekki okkar dagur. Þess vegna sit ég hér og bölva. Það þurfti ekki að fara svona. Kerfið sem við búum við mannanna verk. Þess vegna getum við haft það allt öðruvísi. Haft það eins og við viljum og eins og þjóðin vill. Því þjóðin vill svo sannarlega ekki að örfáar fjölskyldur eigi fiskimiðin og reki sjávarútveginn eins og alræðis ríki hinna fáu og freku. Nei, þjóðin á sama draum og við sjómenn. Þegar við siglum út á sjó, séum við að sigla inn frjálsan heim þar sem allir eru jafnir og hafa sömu tækifæri, en ekki inn í myrka veröld þar sem einn á allt og hinir ekkert. Gleðilegan sjómannadag, kæru vinir. Ekki sjómannadag stór útgerðarinnar, heldur daginn okkar. Daginn okkar. Ef við stöndum saman, munum við geta glaðst innilega á komandi sjómannadögum. Og á öllum dögum. Skál fyrir því og gleðilegan sjómannadag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is